Það sannkölluð menntabylting á Suðurnesjum og árangur nemenda í mikilli uppsveiflu. Við erum að mennta okkur út úr kreppunni, segir fræðslustjóri svæðisins. Við sóttum skólaþing í Heiðarskóla í Reykjanesbæ og fylgdust með þegar menntamálaráðherra opnaði nýtt vefsvæði með speglaðri kennslu. Alltaf fleygi ferð í skólamálum. Skólakerfið er á fleygi ferð á Suðurnesjum og sannkölluð menntabylting með framsæknum kennurum og foreldrum. Árangur á mjög hraðri uppleið. Við erum að mennta okkur upp úr kreppunu, segir fræðslustjóri svæðisins. Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, opnaði nýlega vefsíðu á skólaþingi Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Það tekið saman allt kennsluefni í stærðfræði á unglingastigi og sett fram með speglaðri kennslu, unnið af 3 kennurum í skólanum. Kennsluefnið er seinasta viðbótin við samantekt stafrænna verkfæra sem tekin eru saman á vef námsgagnastofnunar vendikensla.is sem er annað nafn yfir speglaða kennslu. Áður hafði verið unnið sambarlegt námsefni fyrir náttúrufræðigreinar og íslensku. Fjöldi manns sótti skólaþing Heiðarskóla í Reykjanesbæ og Sóley Halla Þórhallsdóttir skólastjóri ræddi örar framfarir í tækni og hvernig menn afla sér þekkingar. Hlutverk okkar sem hér störfum er því ekki bara fólki í því að fræða nemendur, heldur efla þá, hjálpa þeim að þroska vitsmuni sína og félagslega færni. Þeir þurfa að þroskast á náminu og þeir þurfa að eflast sem manneskjur. Nú er ekki lengur spurt hvað veistu, heldur hvað getur þú gert við þekkingu þína, hver er færni þín. Já, þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég kem á þetta svæði til þess að taka þátt í því að opna eða vígja nýjungar í skólastarfi. Og það auðvitað segir mér það að hér er heilmikil degla og hér eru í fórustu einstaklingar sem eru opnir fyrir nýjungum og átta sig á því að það skiptir miklu máli að við séum tilbúin til þess að leita allra leiða sem að við getum mögulega notað til þess að bæta menntun barna og ungmenna. Og þess vegna er það mjög ánægilegt að vera hér í dag og opna þessa nýjung. Þú þakkar skólafólkinu hérna sérstaklega fyrir mun betri árangur og nýjungar á síðustu árum. Þú hefur verið að fylgjast vel með þetta. Já, við höfum gert það, bæði ég og mínir starfsmenn í ráðuneytinu, að við höfum séð það að það er mikill metnaður hér. Bæði hjá forystufólki hér í menntamálunum, líka í sveitarstjórnarmálunum og greinileg vakning hjá foreldrum og bæjarbúum almennt mikilvægi þess að skólastarfið sé öflugt. Og við vitum það bara þegar kemur nú að þessar spurningur hvar fólk vil búa, að fólk sem er með börn á grunnskólaaldri horfir mjög til þess hvort það sé góður skóli og það sé tryggt að börnin þeirra fái góða menntun og það ræður heilmiklu búsetuval fólks. Þannig að þetta eru miklir hagsmunir fyrir bæjarfélagið, en fyrir hvert og einn eða fyrir hvert foreldri þá er það auðvitað svo að við viljum og gerum kröfur það að börnin okkar fái sem besta menntun. Það er lykillinn að möguleikum þeirra síðan meir í lífinu. Og þess vegna hljótum við fagna því mjög hvernig hér hefur svona vaxið áhugi, vitund og vilji sem við sjáum síðan í verki á því að bæta hér skólastarf. Vinna við myndböndun á vefsíðunni vendikensla.is er samstarf Heiðarskóla við Háskólan Keili á Ásbrú. Átaksverkefni styrkt af jöfnunarsjóði sveitarfélaga, Reykjanesbæ og Keili. Ásbrúar háskólinn hefur verið í forystu hlutverki í speglaðri kennslu. Hvað getur sagt okkur þennan nýja vef sem þið voruð að opna? Sömuleiðis má segja að hann sé bara merkilegur á heimsvísu. Ég held að sé hvergi í heiminum til efni eins og þetta, þar að segja öll innlögn í stærðfræði fyrir 8. til 10. bekk sem að allir landsmenn, nemendur, kennarar og foreldrar hafa aðgang að. Þetta þýðir það að núna geta nemendur og kennarar skoðað þetta efni eins oft og þeir vilja og þegar þeir vilja. Nú geta kennarar skipulagt nám nemendana þannig að nemendur horfi á kynninguna heima, koma svo í skólan og vinna þar verkefnin og kennarinn er þar til aðstoðar. Með þessu móti, þetta er þetta sem er kallað vendinám, þá er verið að virkja nemandann og ég vil meina að þetta sé ákveðið grundvallar atriði í að jafna tækifæri fólks til náms og það eru bara grundvallar mannréttindi. Hvernig komið þið frá Keilis háskólasamfélaginu inn í þetta?
Við höfum verið að leggja áherslu á vendinám í okkar starfi og höfum kannski leitt það svolítið hérlendis og erum að fara að halda aðra ráðstefnu þessu í apríl á næsta ári. Við leiðum evrópskt verkefni. Okkur tók síðan að safna fjármunum til þess að greiða fyrir þessa vinnu og þar kom sterkastur inn Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, líka sveitarfélagið Reykjanesbær. Og Jöfnunarsjóðurinn kemur inn vegna þess að hann sér þarna tækifæri fyrir litla skóla á landsbyggðinni sem hafa ekki alltaf aðgang að sérmenntuðum kennurum. Og þá þetta að nýta þessa sérfræðikunnáttu sem að hinnir frábæri kennarar hér í Heiðraskóla hafa núna tekið upp. Þú hlýtur líka að vera ánægður, Gylfi, með þessa nýjung hérna. Já, ég verð að segja það sem fræðslustjóri, ég er stoltur af mínu fólki og hann sagði nú hérna í ávarpi áðan menntamálaráðherra að tæknin kemur fyrst og útfærslan á eftir og það nákvæmlega það sem að gerast hér að í Heiðarskóla þá byrjaði iPad-væðingin okkar og þegar við fórum að stað þá vissum við ekki nákvæmlega hvert hún myndi leið okkur og þetta eitt af skrefunum og það annað líka, hér erum við að sjá brú á milli skólastiga að það svona bara mjög náttúrulegt og eðlilegt samstarf á milli grunnskólans og Keilis og það ekki eitthvað sem þú sér á hverjum degi en heilt yfir að það búin að vera mikil gróska í skólasamfélaginu. Þetta einn af þessum stóru vaxtarsbrotum og enn og aftur við erum ekki búin, við vitum ekki hvar við endum við erum lögð af stað og við erum fremst í röðinni þannig að það sýnir þetta verkefni. Þið hafi verið í forystu hér í Reykjanesbæ í skólamálum og þú hefur nú verið víða landa að kynna þetta. Hvaða breyting hefur eiginlega átt sér stað hérna á undanförnum árum? Hvernig hefur þetta gerst? Ég held að fari bara margir þættir saman. Það náttúrulega í fyrsta lagi þá hefur tekist að fá skólaforeldrana með og við höfum orðið sammála hvaða markmiðum við ætlum að stefna og markmiðin sem við stefnum að þau eru grundvölduð á því sem við teljum að samfélagi hafi þörf fyrir og við höfum oft sagt í kennarasamfélaginu að við ætlum að mennta okkur út úr kreppunni með því að bæta grunnmenntunina. Þá geta börnin okkar farið upp í framhaldsskólann með staðgóða undirstöðu sem að gera það verkum að þeir verða allir vegir færir og þetta okkur að takast. Við erum ekki komin allar leið en við erum komin langt á veg og eins og ráðherra sagði áðan að það margir að leita til okkar sem eru í þessum pælingum með hvernig þeir ætla að bæta námsárangur og hvernig þeir ætla að bæta grunnnámið. Menntun að snar styrkjast á síðustu árum. Þetta hlýtur að vera svona gott innlegg inn í samfélagi hérna. Þið ekki sammála því? Jú, ég tek undir það bæði sem að ráðherra og Gylfi Jón segja að hér á Suðurnesjum hefur í rauninu orðið svona bara vitundarvakning, við getum sagt bara mentabylting sem hefur orðið hér á Suðurnesjum og það gaman að finna hvað mikið af framsæknum og áhugasömum kennurum hérna og að foreldrar, eins og við sjáum bara að foreldrar eru hér á laugardagsmorgni að fjalla skólamál því að fólk veit sem að framtíð barnanna og samfélagsins byggir á velmenntuðu fólki. Þeir sem ekki mennta sig, þeir bara einfaldlega dragast aftur úr. En mér langar að nefna þá líka þessu framhaldi að við erum þekkt sem skólabær og þessi tvö önnur sveitarfélög sem við erum í samstarfi við Garður og Sandgerði að ég var einmitt að ræða við bæjarstjórann í öðru sveitarfélaginu í gær að hún nefndi þetta að það væri svo gaman að upplifun væri að hún væri bæjarstjóri í skólabæ og það skemmtilegt og þetta eitthvað sem tekið eftir annar staðar og það gefur okkar kennurum og okkar skólasamfélagi bara byrjandi báða vengi og starfsánægju.